Hæ, komið sæl, elsku vinir mínir. Ég ætla að tala við ykkur og ég ætla bara að byrja núna. Ég þarf ekki að segja hvort þetta sé vídeoblogg eða podcast. Þetta er bara eitthvað. Ég ætla að tala við ykkur áhyggjur vegna þess að áhyggjur skapa bara áhyggjur og ef við dveljum of lengi í áhyggjunum þá förum við niður, meira niður og meira niður. Og vinur minn var staddur hérna í dag og hann talaði við svona fyrirverandi kærustuna sína og þá allt í einu leið honum mjög illa því hann fór á sama stað og þegar hann hafði verið með kærustunni sinni sem var kannski ekki góður tími. Því maður getur farið aftur í tíman og farið inn í eitthvað sem var erfitt og þá strax dettur niður á þá tíðinni. Ég segi tíðinni, þið getur sagt level eða þið getur sagt hvað sem er. Þið dettir niður og festist þar og þá þurfið þið svolítið eins og að smella fingri að koma ykkur út úr því. Og hvernig kemst maður út úr hugsanamynstri sínu? Ég er kannski först á sama stað og ég hugsa það sama að því að við í 80% tilfella höfum hugsað það sami í gær og fyrradag. Og þetta er bara svona svo hring eða vitleysu og við verðum að taka stjórn því að sálin er forstjóri yfir heilanum og í heilanum dvelur bara fyllibittur sem að stjórna ef þú stjórnaðum ekki. Og ef að þú, til dæmis, þú ert að hugsa hvað þú ætlar að fara að gera, ná í eitthvað inn í eldhús og þú lappar inn í eldhús og þú manst ekki hvað þú ætlar að ná í, þá þarftu að fara tilbaka þar sem þú varst að hugsa það því það er eins og hugsanirnar að því hugsanir eru orka, þær eyðast ekki vísindalega sannað að þá er eins og inn í hugsanakerfinu er hvað þú ætlar að fara að gera. Og við þurfum að læra að stjórna hugsunum okkar því að við erum í raun og veru það sem við hugsum. Alveg eins og Solla og Gló sagði eins og við mér endar, við erum það sem við borðum Sigga. Þá sagði ég, þá er ég súkkulaði og þú blómkál. En þú veist, hugsanirnar er að drepa okkur og það er ráðast á okkur og við erum það sem við hugsum svo að við ætlum að breyta því, setja hamingju inn og við getum breytt því vegna þess að við sköpum okkur sjálf hægt og rólega. Stundum viljum við skapa okkur í mynd þeirra sem ólu okkur upp, ömmu okkar eða bara svona einhver sem er svona fyrir mynd. Þá er það svona myndin sem við sjáum fyrir okkur hvernig við viljum verða. Fólk segir, þú ert ekkert feimin Sigga, þetta er svo auðvelt fyrir þig að gera allt svona. Þá segi ég, nei, allt er æfing og maður þarf að kasta sér út í það. Og ég hef svo margsinni skitið upp á bak og hugsa bara, nú er þetta búið, ég ætla að hætta, ég ætla aldrei meir að standa í þessu, bara skelfingulostin, en þá eyði ég hugsunum með því að segja útiloka og setja nýja hugsun inn, setja músík á eða bara, þú veist, fíblast, fara út, gera eitthvað, brjóta upp hringamynstrið. Og það sem mig langar helst af öllu, það er að snerta hjörtu. Það er að snerta hjartað í þér, eins og mitt var snert. Bara af Dale Carnegie, þegar ég var þunglynd, svo þunglynd, já, að ég reyndi með þess að drepa mig. Svo að við öll höfum eitthvað munstur, við fæðumst ekki bara, já, svona. Þú veist, allt í fína, alltaf. En við lærum og við þurfum að virkja þetta. Og ég kann triksið að virkja þetta. Við höldum oft að við séum þreytt til dæmis, út af vinnu. Nei, við erum ekki þreytt út af vinnu. Við verðum andlaus akkurat út af vinnuleysi eða þegar við erum stopp. Því þá eru hugsanirnar ekkert að segja okkur að við þurfum að drífa okkur og við þurfum að setja kraft í líkamann okkar og fara út fyrir þægindarammann. Þægindarammin er daldið að drepa þig, ég get lofað þér því. Við höfum allt svo þægilegt, ekkert hefur breyst í mörg ár. Og fólk kemur til mín í spá og segir, Sigga, það hefur ekkert breyst hjá mér í 15 ár, ekkert. Þú verður að segja mér eitthvað. Já, þá segi ég get ekki skapað framtíðina þína, þó ég geti reiknað út ýmsa hluti, því þú þarft að skapa hana sjálf og sjálfur. Þú þarft að
bara, til dæmis eins og þetta, þegar þú ert hamingjusamur að, ég kalla þetta tapping, við getum gert það allavega bara, nú líður mér vel, aðeins að slá svona þegar þið líður vel, þá setur það inn í minnið hjá 40 biljón fruma. Þær hafa allar minni. Þær hafa minni hvernig þær eiga að redda huganum, hvernig þær eiga að koma þér upp og allt saman. Svo að því miður, þá þetta undir okkur sjálfum komið hvernig okkur líður. Það ekki það sem í kringum okkur, sem drepur okkur eins og COVID, við hugsum já, þetta var svona og svona, eða við erum í stríði, heldur hamingjan inn í þér og lífið inn í þér. Svo þú þarft að búa til gleðina. Ég segi nefnilega, hamingjan bankar ekki. Þú þarft að fara að sækja hana. Og maður vill, það eina sem maður vill í raun og veru að líða vel, það ekki? Líða vel, það ekki það sem við öll viljum? Svo að það hvað lætur þig líða vel? Farðu í það þegar þér finnst að þér líði illa. Og þetta í raun og veru þó að ég hafi þannig millitíðina því ég svolítið húmoristi og myndi bara henda mig fram á svölunum, bara ég reyndur á fyrstu hæð, það myndi ekki virka ef ég hefði ekki húmor. Og húmorinn að gera grín að sjálfum sér og geta gert svolítið grín af lífinu og þegar maður getur gert grín og hlegið því þegar maður hefur skitið upp á bak og manni finnst bara að maður sjá ekkert nema svart. Þegar þú ert komin yfir þá get ég svona, Sigga manstu þegar þetta gerist, að því ég tala við mig. Og við tölum öll nefnilega við okkur. Það nefnilega 2 helmingar af sálinni. Þú segir kannski, ég ætti að fara að gera þetta. Þetta væri frábært. Þá segir hinn, þessi andlausi sem vill vera inn í þægindarammanum, nei, vertu bara heima og horfðu á Handmaid's Tale eða eitthvað, eða ég nú ekki segja það frábær myndaserja, ég ekki búin að horfa á hana en ég búin að heyra það, að sko maður bara svona deyfir hugan yfir þessu og það allt í lagi að gera það öðru hverju. Ég segi að þú ert virkilega líður illa, þá skaltu horfa á Friends eða einhverja svona uppistandara sem húmorinn þá fer fókusinn, það kannski ekki gott íslenskt orð, en lífið það sem fókusinn sér. Svo að það spurning hvað þú fókuserar á. Að því þá ert að mata heilabúið sem að þegar við yfirgefum þetta land og förum yfir regnbogann í sumarlandið verður eftir. Það náttúrulega bara rotnar sálin. Það hún sem fer yfir, ég segi ekki móðuna miklu, það ekkert neinn móða í því. Og sálin 21 gramm. Ég sá það í heimildarmynd að þegar þú deyr þá léttist 21 gramm. En svo að við eigum að hlakka til að lifa og lifa með við lifum. Og hlakka líka til, þú veist, ég hlakka rosalega til að deyja þegar ég er 100 og eitthvað. Og ég ætla að vera svoleiðis vakandi. Ég ætla ekki að vera sofandi í því. Og svo að hlakka til miklu betra heldur en þegar atburðin gerist kannski eins og maður hlakka til jólana. Svo gaman. Svo allt vitlaust á krakkarnir öskrandi og gargandi og maður það að hlakka til einhvers. Og þess vegna þarf maður þegar maður vaknar á morgnana, maður þarf að búa til lífið þannig og hlakkar til. Þú ert að búa til teðið þitt eða hvað sem þú gerir og hlakka til. Þú ert að setja lögin á, þú veist, gerum okkar besta og aðeins betra ef það það sem þarf. Ég kann eina setningu sko. Bara í flestum lögum. Samt hef ég verið ráðin til dæmis að Kringlunni til að loka miðnæturopnun í desember með söng. Ég sagði já og guð minn góður. Ég bara kann eina línu og ég læt mig samt hafa það. Ég alveg fáránlega fölsk, segir hinn helmingurinn, þessi leiðilegi. En ég segi samt Sigga, þú getur alveg sungið, farðu og lærðu þig bara hjá Herubjörg. Að því við getum allt. Við getum svo miklu meira, við notum fáein prósent af þessu blessaða heila. Fáein prósent. Af því við erum ekki nógu virk. Og að þetta líf bara upplifun. Að upplifa. Að anda bara þessi súrefni, fara niður í fjöru, finna sér stein, finna sér óskastein. Óska sér. Því að alheimsvitundin sem býr í þér, hún í öllu. Svo sleppa þess tökunum, þá kemur það til þín, það sem þú óska þér. Og hverjum degi
hefur gerst í raun og veru mjög ótrúlegi hlutir en þú tekur ekki eftir því. Þú ferð að taka eftir því að innst inni erum við öll spámenn og við ætlum að virkja hamingjuna. Þetta var svona það fyrsta sem ég ætla að segja ykkur. Að ég hef enga klukku og veit ekkert hvað tíminn er. Ég er náttúrulega með æðislegan kvikmyndagerðarmann sem að gerði svona, sem að þýðir æði og hérna ég elska ykkur. Og farðu að elska ykkur sjálf og förum að hrósa í leiðinni. Hugsaðu að hrósa kannski 5 í dag. Af því að við þurfum að horfast í augu við fólkið að við erum öll ein heild. Og þú, til dæmis eins og með tapping, sem ég var að segja ykkur þegar þið þurfa að setja þetta inn, að þegar þið gerið eitthvað svona við fólk, bara, þú veist, klappið á öxlina á því, þá segið eitthvað fallegt. Klappið á öxlina á ykkur. Þetta er nefnilega óbáslega mikilvægt að nota tækni. Og ég elska ykkur, hafið það gott og klappið ykkur fyrir það sem þið gerir gott. Því þið er bara á endanum, þá erum við bara minning. Og í dag erum við bara minning, svo við skulum skapa góðar. Takk fyrir og bless.